Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að vinda okkur yfir í heilbrigðisvísindi því að dagana 20. og 21. maí fer fram árleg ráðstefna heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri, sjónaukin, en þemað í ár er notendamiðuð velferðar, þjónusta, fortíð, nútíð og framtíð. Hingað til mín eru þeir komnar Sólrún Óladóttir og Þórhalla Sigurðardóttir. Við erum hjartanlega velkomnar báðar tvær. Já, takk fyrir. Þetta verður rafrænt í ár, er það ekki rétt hjá mér? Jú, vegna samkomu takmarkana. Já. Þá verður ráðstefnunni strengt á Zoom. Einmitt. Við erum lausnamiðaður fjarnámsskóli. Já. Þannig að ég hvet alla til að skrá sig inn á heimasíðu Háskólans, unag.is og ráðstefnan er öllum að kostnaðarlausu. Já, og þetta málefni sko, er eitthvað sem að allir ætti í raun að láta sig varða og hafa áhuga á, ekki satt? Algjörlega og við náttúrulega hvetjum eins og Þórhalla segir að þetta er opið og allir geta skráð sig inn á heimasíðu Háskólans og við hvetjum heilbrigðisstarfsfólk og síðast en ekki síst líka bara notendur og bara fólk að fara inn og kynna sér dagskrána og mæta og taka þátt. Og svona í anda ráðstefnunnar þá eru notendur velferðarþjónustu sérstaklega hvattir til þess að koma og taka þátt. Já, og þetta er fjölbreytt dagskrá. Hvað svona, það eru 4 aðalfyrirlesarar, er það ekki rétt? Jú. Skilja hjá mér. Já, við erum með 2 erlenda. Já. Við erum með Dr. Agnes Higgins sem er írskur geðhjúkrunarfræðingur sem hefur víðtæka reynslu af kennslu og vísindastörfum og hennar sérsvið í rúma 3 áratugi hefur verið á sviði notendamiðaðra rannsókna í geðhjúkrun. Já. Og svo erum við með Dr. Jani Hamdani sem er iðjuþjálfi og lektor á sviði iðjuþjálfunar og vísinda við University of Toronto í Kanada. Og svo eru 2 íslenskir aðalfyrirlesarar líka. Já, það er Alma Ýr Ingólfsdóttir, hún er mannréttindalögfræðingur hjá Öryrkjabandalagi Íslands og hún ætlar að ræða mannréttindi fatlaðs fólks. Og svo er Ragnheiður K. Jóhannesdóttir Thoroddsen, en hún er örorkulífeyrisþegi og notandi velferðarþjónustunnar og hún ætlar að deila reynslusögu sinni sem kona með endometriósu eða legslímuflakk. Já, einmitt. Þannig að þetta er mjög fjölbreytt dagskrá og í heildina yfir 40... Já, 41 erindi með aðalfyrirlesaranum. Þannig að það ætti allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi og eitthvað sem vekur áhuga. Já. Algjörlega. Og þetta er svona svolítið í takt við sko að við erum náttúrulega að spanna svolítið breytt svið í rauninni með því að horfa til notendamiðaðrar velferðarþjónustu og svona velferðarþjónusta í rauninni nær yfir þjónustu sem að sveitarfélög og heilbrigðisstofnanir veita og það er á meðal spítalar, þannig að við erum að horfa til svona alls konar þjónustu og þetta er svona sérhæf þjónusta eða svona ákveðin þjónusta fyrir fólk sem hefur einhverja svona sérstakar þarfir. Já. Og ef ég svona aðeins fer í það hvað er verið að meina með notendamiðaðri. Já, endilega, það er ekki vissum að það er margir sem velta því fyrir sig. Já, einmitt, hvað það þýðir og svona ef ég reyna að útskýra það þá snýst þetta svolítið það að það er misjafnt hvað mótar okkur og hvað þarfir við höfum og í rauninni getur enginn sett sig nákvæmlega í spor annara og vita nákvæmlega hvað þarfir viðkomandi hefur. Og þannig að til þess í rauninni að mæta þörfum fólk sem best, að þá þurfum við að nálgast hlutina út frá samvinnu og vera tilbúin, fagfólk og notendur að læra hvort af öðru. Já. Og svona ef við bara tökum dæmi til dæmis úr geðheilbrigðiskerfinu að þá vitum við alveg og það er þekkt að það hefur verið mikil forræðishyggja í gangi gegnum tíðina. Og þannig að við þurfum í rauninni að nálgast hlutina svolítið út frá svona öðru sjónarhorni og meira svona samvinnu og valdeflingar sjónarhorni. Já. Og við svona notendamiðuð þjónusta birtist í ýmsum víddum og við náum að spanna svolítið þessar mismunandi víddir á sjónaukanum sem er mjög skemmtilegt og til dæmis eins og Þórhalla var að tala áðan að við erum hérna með 2 aðalfyrirlesara, þessa erlendu, Agnes og Jani. Já. Og þær eru báðar svolítið mikið að horfa á rannsóknir og hvernig notendur þurfa að vera fullgildir þáttakendur þegar verið að rannsaka. Við getum líka tekið svona vídd eins og til dæmis að nemendur okkar
við erum líka aðeins að horfa til þeirra á sjónaukanum og það erindi hérna streitu hérna hjúkrunarfræðinema, ekki? Jú. Já. Þannig að það er að horfa svona inn á við líka. Já. Og svo má kannski geta þess líka að iðjuþjálfar eru svona hafa talið sig vera framalega í rauninni notendamiðar í nálgun, en engu að síður er það nú þannig að við erum með nemanda sem er með hreyfihömlun sem útskrifast í vor og hún er svona búin að tala við okkur og segja að það sé nú ýmislegt sem að við þurfum að laga þrátt fyrir að við teljum okkur nú vera að reyna að fylgja, þannig að þetta er bara mjög svona víðtækt og að ýmsu að huga í rauninni. Heldur betur. Og það þetta er náttúrulega rafrænt, en það er samt pallborðsumræður, er það ekki? Jú, þetta byrjar á 5. 20. maí og sem sagt aðal fyrirlesararnir 4, þeir munu sem sagt koma með sín erindi og svo verða pallborðsumræður eftir það. Og við erum búin að skipta ágripunum niður í þemu. Við erum með 9 þemu, þannig að það er hægt að velja 2 erindi hverju sinni. Og þá getur fólk bara valið það sem að hendar því og þeim finnst áhugavert og lærdómsríkt. Þannig að ég bara hvet alla til að fara inn á unag.is og skrá sig á sjónaukan. Skrá sig til leiks, heldur betur. Við tökum heilsugar undir það. Þetta er afskaplega spennandi og ég hlakka til að fylgjast með. Ég segi bara gangi ykkur vel. Og takk fyrir að koma í þáttinn. Já, takk fyrir að hafa okkur.